Það finnur 8. sigur á KR hérna í kvöld. Ég ætla ekki að fara alltaf í á gamla heimavellinum hérna, en hlýtur nú að vera aðeins skemmtilega fyrir að koma hingað heldur en á marga aðra velli. Mér þykir mjög vænt þennan stað. Þetta er staður sem er heimilið mitt í einhver 35 ár eitthvað svoleiðis, þannig að það eru margar stundirnar sem að farið hérna á gólfinu hvort sem það er að þjálfa eða að spila sjálfur eða ritarbúlna eða dæma, þannig að sjá borðana hann uppi, sko. Þetta er mér alltaf hjartarsmál og þetta er alltaf heima. Valsararnir, leikmennirnir, leikbann ágætlega, þeir leiðið deila svona lengi vel af frá seinni hálfleiknum og þetta er svona, hvernig upplifir þetta? Svona momentan einhvern veginn í svona lok þriðja, byrjum fjórða, einhvern veginn náðu svona einhvern veginn að tengja einhver taktur sem að hérna myndast í liðinu og fína sem við heldum inn á hana bara stundum góðan tíma og stundum er það þannig, þú veist, það er eitthvað sem við hefum gert áður og menn eru læra betur en hvern annan, læra betur á þetta system sem við erum að gera, bæði vörn og sókn og langur vegur eftir framöndan, en þú veist, það er svona, það er eitthvað að fæðast. Liðið hjá þér, ég finna, sjálfsögðu komandi inn í tímabilið það eru skrifaðir hátt en svo svona byrjiði kannski hægar en fólk var að búast við og þar af leiðandi þá eru erlendir atvinnumenn náttúrulega fyrstir til að vera gagnrýndir. Kannski þeir sem að fengu hvað mesta gagnrýni spila ágætlega hérna fyrir því í kvöld, eins og Ladarian og Lasa Nikolic. Já, Nikolic er hörkuleikmaður og hann gerir margt sem sérstaklega til á blaðinu og hann er bara eftir að vera betri. Grefin er svolítið kannski að gera þetta sem maður var óvast eftir að gera fyrsta leik. Hann getur sett í sóknu skot, kemur orku varnarlega og breytir hlutum og er góður að lesa hlutina á boltann og bolti flæði vel í gegnum hann, þannig að þú veist, margt gott, sko, en þetta er svona að jákvæmt að sjá svona Glimsu sérstaklega að fara inn í landsleikjalið. Komið svo tímabilsins þar sem stjórnir og þjálfarar hafa alltaf mikið tíma til að hugsa og liggja yfir einhverjum teipum og hinn og þessu. Sjáum einhverjar breytingar hjá Val komandi út úr landsleikjaliðinu? Ég á ekkert vona, við skoðum þetta á hvern mál, þú veist, það er svona ákveðnir punktar sem við erum að skoða, það er ást á middan úti núna, veit ekki hversu lengi, þú veist, við erum hérna eins og það er, en það er svo allt annað verður endurskoðað þessu öllum öðrum, það er hvað við gerum nákvæmlega, hvort það verður viðbætur eða hvað sem ég veit ekki, bara sjáum til og svo það er spurning hvað þeir sem að ráða vilja gera, þannig að maður alltaf reynir að pressa mikið um að geta. Ég er alltaf mjög ánægður með frammistöðunum í dag, stoltur af þessu, stoltur af svona hugarfarinu í þessu síðustu leikjum, leikurinn hafi endað í close leik, þá varst mér verið allt þar til staðar til þess að vinna starra og frammistöðun eftir misting Kristófer í alltaf og góð og höfðarlega, en það er svo öllu öðru, þessi sigur gefur okkur ekkert meira heldur en bara einhverjar minningar og svo höndum maður áfram. Gerðu það ekki Finnur og gangi ykkur. Takk.